Disko. Já, hjartalega velkomin í Vákæ glaður. Í dag eru pallborðsumræður og hingað er komið til mín. Hingað er komið til mín formenn flokka Hveragerðis. Ekki formenn. Nei, ekki alveg. Hvað er þið? Oddvitar. Oddvitar. Hver eru formenn? Það er í stjórn félagana. Já. Það er annað fólk. Þú getur tekið það seinna. Ok. Hingað kom til mín. Formenn. Hingað Nei. eru komið til mín oddvitar. Ok. Oddvitar. Já, hingað eru komið til mín. Oddvitar flokka í pólitík, í sveitarstjórnarkosningum. Hveragerði 2026. Bingo. Hvað? Fucking hvað? Ég sagði bingo. Já, ég held að það er Ingo. En ef við ekki bara byrja að kynna okkur, bara byrja frá vinstri. Sæll, Ingo. Hæ? Bæjar, riddari, eða ekki? Fyrir. Það er ein regla í dag. Já. Sá sem er orðið fær að hafa hattinn. Ok, þau eru alltaf að setja niður. Þegar hann með hattinn þá má engin annar sem sagt tala. Ok. Hvað margir hattar? Eða þú veist, já. Allan í þessu. Já, ég heiti Lárus Jónsson og ég er oddviti okkar Hveragerðis. Ok. Gersvölb. Ég ætla ekki að segja námið. Takk fyrir. Já. Góðan daginn. Ég heiti Birgitta og ég er Ragnarsdóttir, oddviti S-listans í Hveragerði, Samfylkingin og óflokksbundnir. Nice. Ok, síðan látum við hattinn ganga. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Svo vel. Góð svona. Já, Flott ferðum svona, mjög vel. mjög flott svona. Flott, ok, Já, ég heiti Marta Rut Ólafsdóttir og er oddviti Framsóknar í Hveragerði. Hæ Marta. Takk. Hæ. Nei, það ekki? Jú. Jú, Nei, hæ. já, einmitt. Já, ég er alltaf með orðið, sko. Ég stjórna þess að þetta. Komið þið sæl. Ég heiti Ingimar Guðmundsson og er oddviti D-listans í Hveragerði. Ok, nice. Herðu, og maður byrja einu bara byrja að léttu, takk það hattinn. Takk. Þú veist, sko, þekkist öll, þú veist, eru þið vinir? Já, við þekkjumst. Við erum svara, við erum ekki með Já, hattar. Já, þú veist, núna er hatturinn bara á borðinu. Ok. Núna er öðru. Ég held þú var með Núna er öðru trick leikur. question. Ja, nei, þetta er, Og svo fyrsta sem er Já. svarað, út. Það er þetta Það er ekki gengur. Nei. Sittur eftir Nei, sko, það sem ég er að tala er bara, þú veist, þetta er lítið bæjarfélag og þið eruð 4 flokkar. Af hverju eruð þið ekki bara af hverju ekki bara 1 flokkur hérna, skiljið mig, þið þekkist öll, þið eru vinir, en eru samt ósammála þar að leiðandi ákveðið að búið til 4, hvernig virkar það? Hvað? Ég held að kannski við 4 ákváðum ekki að setja 4 flokka, þó við þekkjumst. Voru það ekki þið það? Nei, það voru fleiri. Já, En í grunninn er kannski svona pælingin svo að þó við sem vinir, það getum haft kannski aðeins misjafnar skoðanir á hvernig á að gera hlutina og erum kannski að bjóða íbúðum kost á að... Gott, Ingimar. Þú, hvernig tjáðið með það? Já, sko við þekkjumst öll Já. úr samfélaginu. Ég og Lalli reynda bara kynntust fyrst núna í gegnum þetta og já. Nice. En Góður drengur? Ok. Þú eitthvað að bæta við Ég bara ekki miklu, sko. Nei. Eins og segi, við erum öll vinir og ég þekki þetta fólk allt vel, en já, við erum kannski með mismunandi sína ymmislegt og já. Þú bæta ykkur við? Já. Herra, hvað bæjarritari? Já, bæjarritarinn. Heldur betur, það er ég. Ok. Já, við þekkjumst öll Já. og ég held bara að við getum öll unnið saman og þess vegna langar okkur að vera í pólitík og hún breytast að þessi Hveragerði. Við held að fólk sé að kalla eftir því. Nice. Hvað finnst ykkur um mig? Hvernig finnst ykkur ég? Svona yfir höfuð.
Ég sé svona í pottinum á og til. Já. Bara virkar eins og bara ágætt skæði. Já, næs. Fýt fýr. Veit ekki hvað það þýr. bara huglega toppnáki, virkar bara vel. Meðast þú geggjaður. Takk. Og ég veit aldrei hvar ég hef þig. Nei. Já. Og það er alveg sama staða núna. Nei, Og meðast ekki ég eitthvað. veit. En hérna, ef ykkur vantar vatn, þá er ég með vaskglasina fyrir ykkur. Þegar ég googlaði eins hvernig pallborðsumræði virka og ég sá að það er alltaf vatn. Skiljið mig. Hérna, ég er búinn að binda þessu bollan ykkar við borðið og þetta er svolítið skemmtilegt af því að hérna, ég treysti ykkur ekki. Ég veit ekki hvað mér finnst ykkur, skiljið mig. Og ég á bara 4 svona bolla, þannig að ég vill ekki að þið takið á með ykkur, fattiði mig. Minn boll er ekki bundinn þar sem að því að ég með þetta stúdíó hér og ég treysti sjálfum mér, skiljið mig. Bara svona, við langar bara að útskýra þetta af því að þetta er smá svona bleiki fíllinn, skiljið í herbygginu. Akkurat, já, það er gott að fá þessu útskýringu. En hérna, hvað finnst ykkur svona besta sem ég hef gert, svona, þú veist, á ferlinu mínum? Þú veist, hvað finnst ykkur best sem ég hef gert? Má ég svara? Já. Flýti Hveragerði. Já. Já, ég ætla að segja, kannski svona koma Hveragerði á kortið. Einmitt, ákvæmlega, Lárus. Já, vera með Eyþór í podcasti. Já, takk. Flýti Hveragerði var mjög gott svar. Já. Næst. Já. Stólið svar, Já. Ok, hérna, Sannarlega. en mér langar bara að byrja á einu. Mér langar að byrja á að kynnast ykkur aðeins. Velkomin aftur. Hérna, ég ætla að byrja bara á einu hægri. Ingimar. Já. Hver er þinn go-to matur þegar að Ingimar eldar heima? Kjúklinga, karriréttur með hrísgrjónum. Næs. Hvaða áhugamál hefur sem kemur flestum á óvart? Umferðljós. Já, mjög skyldið. Ég get sagt mér meira frá því. Já, bara endilega. Mér finnst ógeðslega gaman að átta maður hvernig ljós virka, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Já. Og hver er fljótasta leiðin. Þú veist, átt að fara til hægri þarna til að ná þessum ljósum þarna og ferða þá styttri leið. Já. Þetta er 60 á Sæbri til dæmis. Nei, ég er bara ljósin. Ég bara tel ljósin. Hvað er lengi að komast á milli ljósa og... Já, en ég er að segja, þú veist, ef þú keyrir á 60 á Sæbraut, sem dæmi, Já, og þá nærðu alltaf bara rauð. Já. Tengi ég ekki? Hann er alltaf grænu. Já, hann er alltaf grænu, já. Nei, þú verður held ég að vera bara akkurát á 50 til ná grænum. Já, einmitt. Ef þú lendur á einu rauðu, þá ertu að fara að lenda á rauðu alla leiðina. Einmitt, það er þannig, sko. Hefurðu meiri áhuga á að lenda á rauðu eða grænu? Veistu hvað? Nei, ég vil helst ná eins mörgum grænum og geti röð. Já. Og ná svona tempói í akstri. Og mér finnst eiginlega skemmtilega að fara lengri leið og ná alltaf grænu heldur en að stoppa. Einmitt, ok, næs. Hefurðu, hvað er metið þitt? Metið mitt í að kera ná mörgum grænum. Já. Ég hef ekki talað þannig. Nei, ok. En ég var alltaf að leika mér að ég átta maður því ég var í Háskóla Reykjavík hvernig ég færi bara ef það kemur grænt ljós hér þá vissi ég eiginlega hvar næstu grænu ljós kemur. Já, ok, geðvægt. Hérna, hefur einhvern tímann komið fram í Eldborgarsal Hörpu? Performa sjálf? Já. Nei. En þú? Já. Næs. Hérna, Marta. Já. Hérna, hver er þinn go-to matur þegar þú ert að elda heima? Bara, ég mætti klárlega elda meira en bara svona klassist fjölskylduheimili eitthvað hakkað, einhver kjúklingur. Bara svona, já, það sem er go-to. Ódýrt og þægilegt. Ódýrt og þægilegt. Hvað áhugamál hefur sem kemur flestum á óvart? Bara ekkert í líkingu við umförljósnars Ingimars. Nei, það er mjög spes gæi. Já, spes gæi. það er eitthvað að læra eitthvað nýtt hér. Ekkert að því, samt Ingimar. Ekkert að því. Ég veit ekki, sko, ég hef alls konar áhugamál og ég veit ekki hvort það kemur fólki óvart, örugglega ekki. Ég hef mjög mörg svona miðaldra áhugamál og mér finnst garðyrkja mjög, skemmtilegt. Miðaldra áhugamál? Já, ok. Já, mér finnst það gaman að vera í garðinum. Eins og ég segi, ekki í líkingu við umfyrirljósnar. Nei, hérna, hefur eitthvað tróðið upp í Eldborg? Ekki sem stakur performer, en ég hef eins og sungið með kór. Já, ok. Nice. Fæddist þið hér? Í hverju? Fæddist þið heima yfir? Ég fæddist á Selfossi. Fæddist í Reykjavík. Já, nice.
same. Mm. Ok, Birgitta, hver er þinn go-to matur þegar þú ert heima og er að elda? Sko, eina sem er bara svona alltaf fastu liðu, það er alltaf pizza heima alltaf heimaböku pizza á föstu, það er go to. Annars er þetta bara ógeðslega random, bara það sem maður nennir. Já, geðvægt. Hefur einhver skriðin áhugamál, spes áhugamál? Nei, veistu, ég held að ég sé svona mögulega með vott af ADHD, bara ógreind, skipti rosalega fljótt áhugamál. Já. En ég er alveg í þessum miðaldra pakka líka, sko. Þú veist, mér veist fór allt í hennu, fekk eitthvað trillingsæði fyrir súrdeg. Ég er samt eina mannski sem borða súrdeg á heimilinu. Allt í hennu var ég bara með 5 brauð í gangi og bara allir með súrdeg og ég prjóna og les. Þetta er bara ótrúlega miðaldra. Já, ég tengi við það með súrdegi, sko. Já. Eða, þú veist, ég var að gera núðlur. Úr súrdeg? Nei, bara núðlur. Já. Og það borðar enginn heima á mér, sko. Nei. Það er bara ég. Og það kemur svo svakalega vond lykt að því. Eða svona sterk. Og og ég þurfti bara að gefa, ég er endur aðeins byrjaðar aftur að gera það heima. Þú veist, þetta er svona bulldog núðlur. Svona sterkar. Það er geggjaðar. Já, þær eru góðar. Já. Nice. En ekki öll sósan samt. Það er mikið. En hefur einhvern veginn komið fram í Eldborg? Nei. Nei, ok. Ég var alveg eftir að gera það. Nei. Sjúklega lélegt, ég veit það. Ok. Lárus, Já. Hver er þinn go-to matur heima hjá þér, sem þetta að gera, elda? Ok, ég ætla ekki að segja saman Birgitta, en það er pizza oft. Svo er það cashew-hnetu kjúklingur. Nice. Góð blanda. Gerðu það oft? Já, það er svona, ég þarf að henda í eitthvað. Nice. Þú fá uppskriðina það? Já, takk. Er hann ódýr? Það er tiltölulega billegt. Ok, flott. Hvað áhugamál hefur þú sem kemur flestum á óvart? Ég er svona smá sagnfræðinörd. Ég er búið með 60 einingari sagnfræði í háskólanum. Er það mikið það? Það er allan á byrjunin. Já. Hefur þú ekkert komið fram í Eldborgarsal Hörpu? Nei. Nei, ok. Mér langar okkur að ræða þetta eitthvað frekar. Eitthvað matinn og áhugamálinn erum við bara góð. Ég held að við sem bara flott þarna. Ég held að við sem bara mjög góð. Ætlum við svona að setja ykkur umferðarljós í Hveragerði þá? Fyrst þú hefur svo mikið áhuga á þessu. Búm. Oh shit, ok. Ég er bara svo forvitin, fyrst það sem ekki áhugi. Nú byrjar þetta. Ég hef aldrei hort á það með þeim að ég verði að fá þau hér upp á áhugamálum mitt. Myndið þú það stýra en þá líka? Það getur enda verið, sko, það er, ok. Það verður svo ölfur skiptin ef að bara... Ég væri mikil til í að, ég ímyndaði mér alltaf að þetta væri bara eitthvað svona, rautt hérna, grænt á þessa götu. Ég held að það sé ekki þannig. En þú veist, ræðum þetta aðeins. Af hverju erum við ekki með hringtorg eða umferðarljós í Hveragerði? Ekki segja að hringtorgi rétt á honum ferði í Hveragerði sé hringtorg. Þú veist, það er á þjóðveginum. Fattir mig. Við erum alltaf með smart, hvað er þetta? Smartljós, smart gönguljós. Já, svona ljósastýra gangbrautir. Hvar? Já. Þarna hjá Skýrgerðinni, bara yfir skóla. Það blikka bara gult alltaf. Það er pointið. Þetta er þess að vekja athygli á gangandi vegfarendur. Og svo lýsir það upp ef það er einhverja labba. Já. En Ingo, ef við settum upp ljós, fengið við þá þitt atkvæði? Sko, það er ein gatnamótana, það sem stendur, þetta líður alltaf hjá, veit hvað er að tala um? Já, það ætti bara að vera hringtorg þar. Það ætti að vera hringtorg þar, að mínum mati. Ef þú smellir, þú veist, þetta þarf ekki að vera flókið. Bara, ég sé alls konar sniðu hringtorg, þú getur keypt bara, bara plasthjúp, skiljið mig, og bara borað hann í jörðina. Þeir gera það með göngubrautir, veit hvað ég meina? Eða svona til þess að róa niður traffík. Þá setja það svona dum. Ef að henda svona blómakeri bara. Já, blómaker, skellir bara blómaker. Það er enginn að vera klessa á þetta blómaker. Það þarf ekkert að vera dýr. Ef það væri svona til eitthvað staðar sem við getum bara sett niður hringtorg, þá væri það líklega á þessum þessi gatnamót. Já. En ég meina spurningu fyrir ykkur, okkar Hveragerði. Okkar Hveragerði. Af hverju ekki bara Viðreisn? Út af því að við erum óháð bæjarmálafélag. Þannig að þú mátt alveg verið Viðreisn eða orðið í okkar Hveragerði. Þú mátt verið í Framsókn. Þú mátt verið bara hvaða flokki sem er. Eða engum. Skiptir ekki máli. Af hverju svona flókið? Af hverju eru að hafa þetta svona flókið? Finnst mig. Finnst þetta flókið? Þetta er ekki Viðreisn? Þetta er óháð bæjarmálafélag. Ok. Alright, ég fyrir ekki, afsakið með þetta. Það var svo mikið svona, búm. Hvað var þetta, hefur heit spurninga?
rosalega heitt. Nei, sorry, vá, ég ætla ekki að eyðileggja þetta. Þetta er bara rétt að byrja. Já, ok. Ég ætla að byrja bara á Lalla. Hver er einn óvinsæl ákvörðun sem þú eða þið í okkar Hveragerði viljið nauðsynlega fyrir framtíð sveitafélagsins en hafið ekki þorað að tala opinberlega? Eitthvað sem við erum að tala á baku tjöldin? Já, bara svona, þú veist, er þið með eitthvað svona tæpa pælingu? Fangelsi? Fangelsi hér? Bara svona eitthvað tæpa pæling. Málið við erum eitt frambjóðanda sem að var í fangelsi? Nei, hann var fyrir annan flokk fyrir nokkur árum síðan og við erum að reyna að halda aftur á hann vill sko gera skipaskurð niður á Þorlákshöfn og láta malbika yfir Selfoss. Já. Það er þetta virkilega óvinsælt sko. Ég segi ég er oddviti og þú farið þetta ekki í gegn. Sko, þetta er ekki, bara svo vitið það, þetta er ekki eitthvað sem þið eru að fara að gera. Þetta er bara svona, ef þið verður með alla peninga í heiminum, fattið mig, verður til að gera eitthvað, þú veist, eins og að mínum að þið verður að byggja vegg og taka í Þorlákshöfn, skiljið mig. Er þið með eitthvað slags? Nei, en þegar þú segir það, ef þetta er svona algjörlega óraunhæft, ég var geggja til í að setja bara svona loftboblu bara yfir alltaf Hveragerði þannig að væri alltaf geggja verið. Já. Svona gróðurhúsafílingur bara yfir öll. Það er þetta frábær hugmynd. Það er alveg hugmynd, sko. Já. En við þurfum samt rigninguna, sko, þess að vöku blómin. Það er þetta að redda því. Þannig að þetta loka á, þú veist, skítaverið. Já, það er svo góðar hugmyndir hérna á kantinum, sko. Ég held að sé, takk. Sorry, ég glemdi hattinum á. Þegar hann mér sérst best. Já, þegar þið mjög vel. Já. Ég held bara, við erum óbúslega mikið skynsamis fólk, sko. Ég held að segja ekkert mikið af einhverjum svona. Já. Það er ekki óbúslega trúanlegt líka hvað er mikil skynsamis manneskja með hattin. Já. Ekkert svona, skipaskurðurinn geti alveg verið eitt og gróðurhúsið geti verið hitt. Já. En sko ein spurning bara að því að Framsókn, við erum ekki, það er eitthvað bóndabærina? Hvernig virkar það? Innan bæjarmarka Hveragerði? Já, er eitthvað svona sauðburður í gangi? Í Hveragerði? Já. Nei. Hvað er þið þá að gera hérna? Skal mér það? Góð pæling. Er þið ekki bara fyrir bændur eða stvarnalega? Klárlega einhver tíman, já. Kemur fyrir. Já, og í mörgu. Sannlega fyrir bændur. Af því ég fór á Smittur daginn. Já. Og ég skrifaði Framsókn. Var að searcha. Að ég var að gera research fyrir þáttinn. Og þá kom upp bara fólk með kindur. Sem svolítið skemmtilegt. Og líka þegar maður skrifar miðflokkurinn. Það er virkilega áhugavert. Ok. Ingimar, óvinnarskoðun, eitthvað spesskoðun sem þetta er allan peningin í heiminum. Hvað myndir þú gera? Fleiri umferðarljós? Ein hugmynd sem að ég væri til að sjá gerast, en samt svo eiginlega bara hætta við strax. Ok. Það væri, því þetta er gömul hugmynd sem var ekkert tímann til umræði bara fyrir, ég veit ekki, kannski 20 árum. Hvort það ætti að setja byggð ofan á Hamar. Já. Kannski er það bara glatað. Já, þetta er umulig hugmynd, sko, en þú veist, það er ekkert skjól þarna og... En ég myndi bara gera þetta ef við getum gert þetta, endalösu penning, og hætti við þetta. Það var þetta frábær staður fyrir svona turn. Ártal. Fyrir ártal? Sem myndi breytast alltaf ártal. Já, einmitt. Og hversu margir búa hérna? Eins og á fabrikunni, veitu hvað með það? Þú veist. Það fæðist nýr. Já. Hverkeringu, bara heimahúsi. Já. Það verður bara fast á tveimur. Nei, en ok, ef ekki að vera smá alvarlegina og fara í alvöru málin. Mér langar bara að fara yfir hvað er aðalatriðin sem þið ætlið að gera fyrir Hveragerði. Og ekki bara byrja aftur á þér, þú ert með hattin á hausnum, þá bara, þú veist, förum bara yfir þetta. Hvað er sjálfstæðisflokkurinn að fara að gera svona stiklastóri? Okkar stórumál eru að taka betur á fjármálunum. Við höfum áhyggjur á skuldastöðu sveitafélagsins. Er hún há? Hvað er hún há? Hún er há. Lárus, er hún há? Skuldaviðmið er undir bara eðlilegum viðmið. Já, ok. Spicy. En skuldir hafa náttúrulega aukist 4,2 milljarða undanfarið og við höfum bara áhyggjur að ef það heldur áfram að aukast að þá séum við komin í svona stöðu þar sem við stýrum ekki lengur hvernig byggðin þróast. Okay. Við viljum tryggja. Þannig að hugmyndin á hann með
byggðun og hamrinum ekki endalega í takt við það sem við viljum. Við viljum ekki að sveitarfélagi þenni stofrætt út og viljum bara stýra uppbyggingunni og okkar forsendum. Ok. Þú sagði að þetta var allt í góðu með skuldastöðuna. Viljið þið rífast? Núna? Sko, já, svara. Nei, við getum farið út í það eftir. En ok, það er aðalatriðið hjá ykkur. Það eru stóru mál, sko. En svo samhlega því náttúrulega bara við viljum koma stiða við íþróttafélagi, við uppbyggingu eftir bara aðstöðuleysi síðustu 4 ár. Og tryggja bara allir íbúar óháð aldrei geti sótt sér eitthvað öflugt tómstundastarf og aukið þannig lífsgæði íbúa. Ok. Marta, þú mútir rétt að mörtu hattinn. Viltu fá sólgleru líka, Marta? Ég held að það væri rugglað og myndi setja það líka sólgleru? Það væri alveg sturglað og getur gert það. Nei. Ég get alveg. Allir með hattinn. Ekkert mál. Viltu fara við stórumáli með sólgleru og hatt? Ég veit ekki alveg hvort ég vilji fara við stórumáli með sólgleru. Nei, bara hatt. Bara hatt. Já, ég sko fjármálarekstur sveitarfélagsins alltaf aðalatrið í öllum kosningum og bara alltaf í stjórn sveitarfélaga. Og það alveg rétt að skuldir sveitarfélagsins í Hveragerði hafa aukist á kjörtímabilinu, en það líka af því að það hér hefur verið byggt upp mjög mikið á kjörtímabili og það kallar á miklar fjárfestingar. Og eins og Lárus kom inn á áðan, sko, skuldaviðmið með Hveragerðisbæjar eru langt neðan við það sem eru einhver lögbundin viðmið og fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir bara lækkandi skuldahlutfalli. Staðan þannig núna að rekstur sveitarfélagsins, rekstrarniðurstaða jákvæð eftir það hún hafi verið neikvæð þar á undan. Á þessu kjörtímabili hefur verið viðstöðningur í rekstri sem einmitt grundvöllun fyrir því að við getum farið í lántöku til uppbyggingar. Þetta á þessu kjörtímabili, það hvað var mikið byggt upp, var að því að það þurfti að gera það. Það var innviðaskuld fyrir þetta kjörtímabil og það ákjósanlegt að það þurfi ekki að vera þannig staða sem komi upp. Að við getum byggt upp hægar og bara jafnt og þétt. Þannig að það er mjög mikilvægt að uppbyggingu sé haldið áfram af ábyrgum hætti. Þannig að, já, og það að við tryggjum það að reksturinn standi undir þeim skuldbindingu sem við erum sannarlega að leggja á. Já, þannig að þið eru bara með sama á Sjálfstæðisflokkurinn, basically. Ég held í grunninn að við séum öll frekar sammála. Já, ok. Þetta er bara svona eðlilegt mál til þess að vera sammálum. Við viljum alveg vera ábyrg í rekstri, alltaf. En svona vol 2, svona næsta, eins og hann var með tómstundardótið. Já, við bara, sko, málefni sveitarfélaga og þau mál sem skipta alltaf mestu máli og það sem við eigum að vera að fókusa á eru bara grunnþjónusta almennt og það eru velferðarkerfin okkar, það eru skólakerfin okkar, það eru skipulagsmálin. Og í tilviki, í tilviki Hveragerðisbæjar þá hefur verið mikið gert fyrir barnafólk á þessu kjörtímabili. Það er ekki beðið eftir leikskólaplássum, frístundastyrkurinn hefur hækkað, það er heimgreiðslu til foreldra ef að barn kemst ekki inn á leikskóla. Og þarna er bara mikilvægt að halda áfram. Við þurfum að halda áfram að tryggja að foreldrar lenda ekki í þeirra aðstöðu og komast ekki með börnin sínu á leikskóla. En samlega þurfum við líka að fara að snúa kannski aðeins sjónum okkar líka eldra fólkin okkar. Hér er bara stór hluti íbúa sem eru að eldast og eru komin á sín efri ár. Og við þurfum að þjónusta þau vel og það er meðalans eitt af því sem við leggjum til fyrir þann hóp er frístundastyrkur til eldri borgara. Það er alveg eldra fólk sem þarf á virkni að halda og þarf á ákveðna hvatningu til þess. Fer gamalt fólk í frístund? Sko þetta er nefnilega frístundastyrkur fyrir eldra fólk. Því er ekki endilega að við viljum setja þau í frístund. Nei. En frístundastyrkur fyrir eldra fólk er hins vegar það að þar komi inn svona hvatastyrkur fyrir fólk til að nýta sér alls konar tómstundir. Það getur verið alls konar félagsleg, það getur verið hreyfing, það getur verið myndlistanárkeið, það getur verið hvað sem er. Og það er ekkit bara sem betur fyrir bara stór hluti eldri borgar sem þarf sannarlega ekki á styrk að halda þess að nýta sér þetta. En það er alltaf einhver sem þurfa því að halda og við viljum tryggja virkni almennt fólks alveg fram á öðru ár. Cool. Shit. Má ég kalla það Bridget? Þannig ertu. Bridget. Virkar alveg sko. Já, það meikar sens. Ekki fyrsta skipt sem ég verið kallið það sko. Þetta er alltaf leið. Stóru málin. Já, þetta er alveg, það er alveg þannig. Þetta er rosalega svona svipa hjá okkur. Ég held að það séu minni málin sem eru kannski aðeins mismunandi. Við höfum mikið verið að tala um við erum að tala mikið um innviði hjá okkur og bara mikilvæg þess að sem er hvað? Ég sko, bara svo að sé sagt, ég veit ekkert um pólitík sko. Hvað eru innviðir? Ákvæmst ekki að lesa eitthvað svona sveitarstjórnarkosningar for dummies. Nei, ég ætlaði bara að ákveða mig hér með ykkur. Já. Bara kennið mér. Já, innviðin er alltaf svolítið bara svona grunnþjónusta. Já. Og svona eins og leikskólar, skólar.
heilsugæslan Já. Ás Sunnumörk Sjálfskálin Það er bara grunnþjónusta sjálfskálin sé vel rekin sko. Já, fyrirgjöf þá vitið þið það Einmitt Já, við höfum svona örlitlar áhyggjur af brjólaðsleiri uppbyggingu ef við fyrir að stækka allt rætt. Já. Ertu þá að tala um Gerður í Blöss að byggja og stórt hús? Já, nei, við erum að tala um íþróttahúsið. Já. Nei, við erum meira að tala um svona þéttingu byggðar. Einmitt, ok. Þetta er svona margar smærri, margar eignir á smáu svæði. Já. Þannig við séum að byggja svolítið hverfi inn í byggð sem að í rauninni gott að blessað. En við höfum ágjörð umfyrirörygginu, hvað það varðar. Já, hringtorg. Fleiri bílar á þessu hringtorgasvæðinu þarna. Já, það er svona helst. Jú, svo erum við búin að tala rosalega mikið um þjóðveginn. Að það þarf að halda áfram að pressa á að færa hann. Það virðast allir vera sammála um það að það sé bara ekki hægt að eiga við það. Ertu að minna breytunum? Ég verðum að tala um nýja þjóðveginn sem á að fara að leggja. Já. Sem á í rauninni að leggja svolítið sko í miðja byggð. Það á að koma byggð sikkur megin við veginn. Okay. En kemur hann aðeins lengra niður fyrir Hveragerði. Já. En við erum að tala um að færa lengra og hann þurfi ekki einu svona að vera kannski endilega í Hveragerði. Ölfus má bara gefa leigan sko. En það er svona eitthvað sem okkur langar aðeins að sjá hvort við getum ekki beitt okkur aðeins fyrir. Ok, geggjað. Já, mér finnst Marta bara svara vel fyrir fjármálin. Já. Og hún var náttúrulega að svara við erum búin að vera í meiri hluta hérna síðustu 4 ár. Já, einmitt, sorry, fyrir ekki, ég er að fá mér aðeins að drakka hér, afslækið. Eitt monna. Já, hvítum monster. Hvítum monna. Í engu bandi. Já. Frelsið. Já, svo okkar svona fókus verður á að klára íþróttamannvirkin. Já. Og það er eiginlega ein af aðaláftana fyrir ég fór í pólitíkina. Já. Svo finnst mér kannski, ég vildi bæta þess við varðandi eldri borgara. Eitt af svona stæðstum málunum næsta kjörtímabili verður þjónustukjarni fyrir 60+. Ok. Þar sem að þau eru búin að vera að hafa frumkvæði því ásamt bæjarstjórninni að velja svæði þar sem að vera hægt að byggja upp íbúðir í samstarfi við einkaaðila. Ok. Þar sem að fólk getur notið efri árana, þar myndi koma saman og geta búið og þar væri matsalur og þar er hægt að stinna félagsstarfi fyrir eldri borgara. Já, nice. Okay. Svo kannski það sem að hefur kannski ekki verið að tala mikið um, það er að tala um skólamálin og það er við ætlum að leggja mikla áherslu á skólamálin og velferðarmál og það sem hafa verið gert á þessu kjörtímabili er að færa velferðarmálin nær okkur, hann eru komin í heimi hérað og ég veit að fólk finnir fyrir því að þjónustan er orðin betri, skilvirkari. Já. Og mér finnst það mjög mikilvægt. Já, bara klálega. Sko, mér langar að tala um eitt, af því að þið töluðu tómstunda, frístundastyrkur, semi, þú veist, sko, þið eru öll vini núna, eða ekki? En síðan, sko, ég tók eftir því, af því að ég bara náttúrulega bara aðfluttur og þú veist, ég elska hvergeringahópinn, mjög mikið, það er uppáhaldshópurinn minn. Þú veist, þegar kosningar klárast, þá hætti það allt í einu að vera vinir, tók ég eftir síðustu kosningar. Veitu hvað ég meina? Að þá sprakk hann að fótboltavöllurinn. Hann var sprunginn áður, einmitt. Og síðan fór allt í rugl. Hvað ég bara átti með á þessu, sko. Þú veist, bara fyrir eitthvað sem veit ekki hvað gerðist, það var skelfilegt slys sem átti sér stað upp í dal. Það var vindur sem það kom vindur sem feykti upp og sprengdi fótboltavöllur okkar sem var loftbelgur tæknilega séð. Og síðan fór allt í fokk og núna erum við að byggja eitthvað dæmi hérna hjá skólanum. Er þetta ekki rétt hjá mér? Alveg 100% alveg. Já. Og og það er eitthvað dramatengt því, þú veist, sko kostnaðurinn á þessu. Hvað er hann mikill? Getur þú okkar hverjir er í meirhlutanum núna, hvað er kostnaðurinn mikill á þessu? Ertu að meina þá bæði fótboltavöllurinn upp í dal og íþróttahúsið? Já, bara þú veist að byggja upp nýtt íþróttahús. Íþróttahúsið minnir að kostnaðurinn hafi verið 900 milljónir. Já. Svo þetta er opinber framkvæmd, þannig að við getum örugglega reiknað með einhverjum pluss mínus
30%. Ok, og erum við að bæta við körfuboltavöllin, þú veist, af því það fótbolta og svona íþróttahús? Sko, það að koma starra íþróttahús sem sko breiðar heldur en hús sem við erum með núna. Ok. Já, og lengra. Og í endanum á því að vera 5 leikasalur. Ok. Kosturinn við það að byggja íþróttahús við hliðan á gamla húsin okkar það að við getum sko sett markið hátt og vilja vera með stort og gott íþróttahús. Já. Og getum það út að við getum samnýtt klefana og starfsfólkið og eru þar alveg að spara okkur pening. Og við gætum til dæmis bara gert húsið æfingahæft og ég veit að Ingimar hefur miklar ágjör af fjármálum og ef að við eigum ekki peninga þá getum við bara hægt aðeins á okkur. Já. En samt það tekið lán. Nei, ekki lán. Virkar ekki hann eða? Aur, am I right? Já, ég hef ekki pælt í þessu. Smá lán. Vísar að. Það ekki bara. Nei, sko, þú veist það sem böggaði mig við þessu umræðu back in the day, ég vil bara segja ykkur eitt. Ég engin íþróttastrákur. 0. Shocker. Ái. Nei, ég bara angri eins. Wow. Nei, ég held að þú væri nefnilega í körfubolta því þú varst að spyrja út í það. Ég var í körfubolta. Já, ég veit. En ég hætti. Því ég engin íþróttastrákur. Og hérna, mér alltaf þótt svo spes hvað þið alltaf að gera mikið fyrir fólk sem fílar íþróttir. Eins og bara 900 milljónir fyrir eitthvað hús þegar þú veist við listagörarnir, stemmingsmenninir sem viljum bara opinbara aðeins lengur, skilur og hérna kannski eitthvað svona teiknirými, kaffihús, hérna, þú veist, ég bara hugsa 900 milljónir fyrir fólk til þess að stunda íþróttir þegar þú getur gert það úti. Mér langar aðeins að koma inn í, sko reyndar samt ekki koma inn í já, nei, koma inn í þetta mál. Varðandi kostnaðaráætlun, hún samt komin upp í 1,2 miljard með að við á ég vera með hattinn. Nei, núna erum við bara að rífast. Nú erum við farin að rífast. Nei, þetta er svona góð en það uppfærð kostnaðaráætlun með að við það sem kom fram allavega á fundi með bæjarstjóri í febrúar, að kostnaðaráætlun sé ekki lengur 900 heldur 1,2 miljardur. Og ég held að þú veist, þegar kemur að þessu, þegar við erum að tala innviða uppbygginguna sem búin að vera, þá erum við samt ennþá að horfa til þess að þetta íþróttahús ekki komið. Og okkar upplifun hefur bara einfaldlega verið svo að það er oft að tala það innviða uppbyggingin sé einhvern veginn, henni sé lokið og þessi skuldasetning sem komið núna, þýðir að það sé allt klappa á klárt. En við eigum helling eftir í þessu íþróttahús, við eigum eftir að borga mjög mikið fyrir framkvæmdir sem eru eftir. Við eigum eftir aðra innviði eins og fráveitumálin. Við höfum ekkert farið að stað með þær framkvæmdir. En umræðan skólpreinsistöðina. Já, einmitt. Og þar erum við að horfa á aðra risastóra framkvæmd sem áttur að kosta vel yfir miljard. En umræðan oft eins og þetta sé allt bara komið í höfn. Og þar erum við kannski svolítið að tala fyrir því okkur. Við erum búin að horfa á íþróttamannvirkin einhvern veginn dragast frá að vera hugmynd fyrir 4 árum sem að við heldum að myndi kosta 260 milljónir fullklárað stálgrindarhús. Og svo þetta bara búið að taka tíma og ég meina þá manni að lofa því að þetta klárt bara í nóvember 2022. En nú erum við komin 4 árum setna og við erum ekki komin með neina aðstöðu sem farin eða komin í notkun. Gervigrasið að klárast en þá eftir að setja upp alla lýsingu fyrir veturinn. Við hefum langt í landa ennþá með þetta íþróttahús. Það verður örugglega ekki klárt fyrir en ég meina núverandi verklok eru 27 og öllum líkindum með hvernig það hefur dregist hingað til þá allar forsendur fyrir því að það drægist ennþá lengra. Þannig að við höfum í raun og áhyggjur af þessu að það svo mikið eftir að kannski gerast þarna til þess að klára þetta. Og ætlum við að það bara hætta við eða hvað? Nei, ég var einmitt að hugsa það sama. Sorry, ég samt hlutlaus. Það allir búin að samþykja. Já. Flokkur þín búin að samþykja þetta. Já, við erum ekkert búin að tala um það að við ætlum að draga henni tilbaka. En það þýðir samt ekki að áformin sjálf og hvernig hefur staðið að þessu hefur dreigist allt og mikið. Ég bara endilega hoppum inn og gerum alls konar. Ég held að sé alveg mikilvægt að bara horfast í augu það að þetta hefur sannlega tekið langa tíma. Það er komið að öðrum kosningum núna og þetta gerist fyrir síðustu kosningar og þessi íþróttaðarstöð var ekki það var altjón á henni, hún bara eyðilagðist. Hún sprakk. Já. Og þegar við tölum kostnaðaráætlanir og fjárfestingu í þessum innviðum þar alveg rétt, þessi ekki lokið. En kostnaðaráætlanir og fjárhagsáætlanir gera ráð fyrir því að þetta klárist og allar áætlanir eins og Lalli kom alveg inn á áðan, það alveg vikmörk í því hvar kostnaður lendir bara algjörlega
og það alveg viðbúið bara efnahagsástand og alls konar ytri þættir sem að valda því að kostnaður verður yfirleitt meiri í opinberum framkvæmdum heldur en gert er ráð fyrir. Já. En við gerum líka ráð fyrir því í áætlunum almennt. Fjárhagsáætlanir núna fyrir næstu 3 ár gera bara ráð fyrir því að þessi verk klárist og þau klárast bara á þeim tíma sem að það tekur. Það er gert ráð fyrir þarna 27 og það getur vel verið að það muni dragast einhver leiti en auðvitað göngum við bara út frá því okkar áætlanir standist. Við gerum þær áætlanir á þeim forsendum sem við höfum núna og svo getur náttúrulega ýmislegt gerst í millitíðinni sem að breytist. En í grunninn, eins og við komum inn á hérna áðan, það er enginn að fara í standi í vegi fyrir þessum framkvæmdum. Og það líða 4 ár frá því að altjón verður á húsnæðinu og það munur sannarlega örugglega líða 1 ár til viðbótar samt til þetta húsnæði verður komið til framkvæmda. 5 ár er alveg langur tími. En í samhengi svona framkvæmda, það sem að þarf bara að fara í gegnum alls konar, það þarf að fara í gegnum sviðsmyndagreiningar, eins og í þessu tilviki þessa íþróttahúss, það komið fram alls konar hugmyndir aðra uppbyggingu áður en að þessi ákvörðun var tekin að fara í þetta íþróttahúss. Og ef maður á að vera vitur eftir á, þá auðvitað hefði maður gjarnan viljað að þessi ákvörðun er tekin strax og þá væri við komin lengra, en svo er það bara ekki svoleiðis. Svo er bara ýmislegt sem þarf að gerast. Það þarf að tala sér niður á einhverju niðurstöðu og þetta er niðurstöða núna og við fylgjum henni eftir til enda. Já. Það er bara svoleiðis. Já, hrólega. Ein pæling bara með þetta, skjótin. Staðsetningin á gamla húsinu. Það var þarna upp í dal. Mjög random staðsending. Hver ákvað það? Hver setti völlin þangað? Klárlega enginn hér. Nei, þú veist, en það var samt bara löngu fyrirfram ákveðið að það ætti að vera uppbygging á íþróttasvæði sveitafélagsins, að það var bara talin ákjósalegu staður fyrir frekari uppbyggingu. Að því ég er að hugsa, áður en í flutninga, þá var ógeðslega mikið stemmingina. Í Hveragerði. Mér finnst alveg að stemmingina núna, bara með þætti, bara vænt það að myndi kannski opna aðeins lengri bar. Það var aðeins lengur opið. En það var tífólí, við vorum með Eden, við vorum með fótbolthús og gett skrýtnum stað. Þú veist, voru við freðin þá? Eða voru allir freðinir? Var gaman? Var ennþá Eden þá fluttur hingað? Nei. Ég er að tala um í gamla dag. Þú veist, fyrir 40 ára var ógeðslega mikið svona stemming. Það var tífólí hérna, eins og við erum að segja. Meira svona eitthvað rögl, flip, engir svona túristar voru færri og við vorum að gera alls konar svona flippaða hluti eins og að setja fótboltavöll eitthvað staðar upp í fjall þar sem er vindur, skiljiði mig og fótboltavöllurinn er bladra það gengur ekki alveg upp og þú veist í Hveragerði þar sem er ógeðslega mikið af gróðurhúsum við vitum hvernig gróðurhús virka ef að þú veist það er brotna gluggi þá springur húsið ef að kemur vindur inn í það, skilur við þú veist, þannig virkar það, er það ekki? Ég held það Jú, þannig virkar það Ingimar en ég bara pæla, þú veist er einhver stemmingshugmynd að malla hjá okkur? Er þið með eitthvað svona stemmingshugmynd? Eins og bara tífólí eða eitthvað fólk? Já, þú veist, bara gera eitthvað svona þú veist, eins og bara, gera einhverja hátíð aðra hátíð blóma eitthvað blóm í bæ stemmingshugmyndir koma mjög oft ef það er að vera virkilega góður öflugar það er það náttúrulega oft bara frá einhverjum einkaaðila eða eitthvað einkaframtak og það er kannski meira snýst að styðja við það framtak og það er hugmyndir og það er pælingar en það er kannski óraunhæft að ef ég myndi koma og vera bara ég vil okkur opna tífólí hver myndi þið segja já eða nei? Var þetta svona hugmyndir það fer svona eftir í hvernig tífólí þetta er þið en ef þú ætlar að koma með eitthvað geggjað tífólí, besta tífólí þá held ég að sé bara að ég held að þurfa að vera fyrirsjáanleiki fyrir þá sem bara halda svona hátíður sem þú vil halda ykkur sumarhátíð og kemur með eitthvað geggjað hugmynd bara blóm eitthvað þið myndu kaupa ingóblóm eða eitthvað blóm þá getur þú kannski gert samning lengra heldur en 1 ár þannig að það sé svona fyrirsjáanleiki fyrir listamenn ég held að þá kannski koma upp ykkur góðar hátíður en ég held að við séum ekkert endalega rétt af fólki til þess að koma hugmyndunar True Ég er svolítið alveg sammála, það vantar alltaf stemningu Já, Mér er líka glata, það var ekki þorrablót núna Var ekki þorrablót? Nei, var það nokkuð? Það var hægt við það bara daginn áður eða Já, einmitt og það vantar svolítið svona stemningu Það vantar meiri stemmingu Það er stemming
eins og að tala um það er einkaframtaki eða félagsamtök eða hópar, en þar getum við klálega gert vel og stutt við fólk, tekið samtal, fundi leiðir til þess að styðja við eitthvað svona einkaframtak, hvort sem að er einhver sem vil setja upp tífúli eða með einhverja geggja hugmynd eða bara hópur sem vil halda þorrablót. Það alls konar tækifæri fyrir sveitafélag til að styðja við svona einhverja hugmyndavinnu og pælingar. Já. Vildu þú bæta ykkur við fótboltapælinguna? Fótboltapælinguna? Nei, við vorum í ykkur allt öðru. Hérna, sko... Ég ætla að segja, bara fyrir ekki að út af stemminguna, því ég er alin hérna upp og passaði banding. Og þegar ég var alst hérna upp, þú veist, það var ekki fyrir 40 árum, en þá var ekkert rosalega mikil stemming. Okay. Þú veist, og það var ekkert mikið við að vera. Og svo flutti ég hérna aftur fyrir 10 árum og þegar við fluttum hingað, það var ekkert opið eftir kl. 6. Þannig að það hefur ýmislegt líka bristi batnaðar í stemming. Ok, það endar frábært að heyra. Það er líka, ég segi oft söguna, 2017 held ég, þá bjó ég í Svíþjóð og þá man ég að vinir mínu sem byggu hérna töluðum að vera alltaf að hittast. Það var það bara pulsa í sjálf. Það var ekkert annað í boði. Nei, þú veist, hérna, það er til koncept, ég veit ekki hvort það hefði heyrt það, en það er sem sagt, Hagkaupi með þetta. Það er sem sagt opið allan sólarhringinn í verslun og þá getur þú farið að versla á nóttunni, tæknilega séð. Og þetta er gert bara hérna í Reykjavík og meira sér Selfossi. Það eru til svona verslanir. Það er ekki Selfossi það? Jú, að bensinstöðin. Já, bensinstöðin 2000, hún redda mér margoft, en þetta koncept virkar þar. Af hverju, ég er bara að henda þessi hérna út, ég er bara að segja ykkur eina pælingu, hugmynd. Nei, takk til ykkar eða vilji, fattið mig. En mér lukkar að ræða hérna barnafjölskyldur, hérna barnamálin, leikvellir. Þarf ekki, það gerist eitt svolítið skrítið. Hérna, núna komin allt inn svaka stemming í bæina því að þið eru að reyna að fá atkvæði. Þið eru byrjað að setja blöðrur, flagga fánum og það er ógeðslega gaman hjá okkur. Hérna, þetta er ekki alltaf mikið stemming samt sem að er gaman. Ég sá að það er að byggja leikvöll hjá Ölverk. Er þetta ekki heimskulasta staðsetning fyrir leikvöll í heimi? Þetta er aðal gatan okkar. Og ég bara hugsa að ég er með kvíða. Ég er með mega kvíða. Þú veist, eins og leikvöllurinn hjá Sunnumörk. Stjórnið þið þessu? Hver stjórnar leikvöllum? Ekki þessum leikvöllum. Hvað meini? Þessir tvei leikvöllir eru í raun og veru einkareknir leikvöllir. Einkaframtak. Einkalóðum, já. Okay. Þannig að það er ekki... ég tengir enda alveg eins og leikvöllinu Sunnumörk, en það er gott að það sé einhver gerðing og ég held að ég hugsa alltaf því ég sá leikvöllinu koma hérna hjá Breiðumörk á móti þessum kjörið sér að setja upp. Ég hugsa allavega, vá, geggjað. Við erum alltaf að tala um að vanti einhver svæði fyrir börn, eitthvað leiksvæði og þannig bara eitthvað koma upp. Ég vona alltaf að vera kannski eitthvað girt á, þannig að það sé ekki hoppa beint út á algötuna. Ég með hugsa, ég kerði framhjá, ég bara, vá, geggjað. Og svo var ég bara, shit, þetta er 50 gata. Já. Bara verður 2 metra há gerðing í kringum þetta, en geggja framtaka, þetta er akkurat það sem maður langar að sjá, þú veist, á fleiri stöðum með bæin og svona. Svo sammála. Þannig að, já. Að því að móti í leikvöllinum er bara aukt lista svona svæði. Smákurunum. Já, og það er ekkert þar, einhvern veginn. Krakkar eru að leika sér í okkur spýt. Skiljið, þú veist, veit ekki hvað ég meina? En eru þið að pæla eitthvað fyrir börnin eða fyrir þessast barnafjölskyldur? Nei. Jó. Hatið það. En jú, ég hætti að eignast börn. Nennis ekki. En það er held ég klálega tækifæri þegar kemur að leikvöllum í Hveragerði. Og ég held að sjálfur svona, það er ákveðin pæling að vera með svona þemavelli og bara þetta hér og þarna. En ég held að sé samt bara útrúlega mikilvægt að leikvölli séu þess eðlis að hvað sem þú byrða næsti leikvöllur, hann bara hendar óháð því hvað var svona stórt barn eða eitthvað þannig. Að leikvölli séu ekki einhvern veginn að hér í sveitafélaginu sé svona leikvöllur fyrir þessi börn. Og ef þú býr svo hinum megin í sveitafélaginu þá einhvern veginn hefur ekki aðgang á því svæði. Og við höfum talað fyrir því okkur að eitt af fyrstu svæðan sem maður þarf að taka algjörlega í gegn er lóðin hjá frístundamiðstöðinni. Bara að taka þá lóð í gegn, hún er notuð af mjög mörgum börnum, bæði bara í daglegu starfi og utan starfs og þegar er snjór í brekkunni og við teljum að þar sé hægt að gera mjög vel.
en ég held að almennt séð þá þurfa leikvöllinir í hver að gera að vera örlítið betri og það þarf að fara að setja meiri fjármagn bæði viðhald og fleiri tæki og þannig að það sé meiri nýting á þeim. Já, mér finnst Ingimar búin að tala svolítið mikið um þetta. Ég var að mynda, sko, nú býr ég... Viljið þið tala núna? Já, ég skal grípa orðið. Tali, Ingimar, slakað á. Já, sorry. En þú veist, það er bara flottur, stendur út frá þér. Ég er nefnilega sammála þessu, það vantar miklu fleiri, þú veist, leikvelli og líka bara laga það sem er til staðar. Nú bý ég rétt hjá Hólaróló, börnum mín eru rosalega mikið þar. Það voru gerðar eitthvað endurbæti þar fyrir langar að segja síðasta sumar og börnum mín kom öll málið heim. Af því að endurbætina voru þær að það var málað með skipamálingu og það var ekkert merkt og börnum komu bara öll í málingu heim. Það, ég held ekki alveg gert betur en það og kannski bara endurnýja líka sumt. Nota þetta svæði, þú veist, nú veit ég bara að svona mömmunar í hverfinu hjá mér, við notum hennan leikvöld alveg svakalega mikið og hittum rosalega mikið hana. Og svo er líka bara fleiri svæði sem mætti setja bara leikfang. Eða, þú veist, ég bara einhvern veginn sé, já. Já, bara leikfang. Bara beint úr barnalopinu, bara dót. Nei. Það er eitthvað alveg fárlega góð pæling. Já, bara random dót. Svona víðavangi. Víðavangsdót. Það er frábær hund. Undir Hamrinum. Já, einmitt. Ævintýra útíðastasvæði í samstarfi við Skógræktarfélagið. Það er eitthvað ruglupæling. Ingvar, þetta var góð hugmynd til honum. Finnst þið það? En ég meina, við erum örgulega öll svolítið sammála. Ég held að við erum alveg færa að gera miklu betur þegar kemur að leikvöllum og það eru mörgsæði eins og Arnarheiðin í Heiðabrún, þú veist, það er alveg hægt að gera betur. Þar er fótboltavöllur samt. Hvar? Þannig að... Undir Hamrinum? Já. Nei, hann er ekki að nota hann. Ó, af hverju ekki? Hann er svo grýttur og eitthvað svoleiðis, skilst. Mér finnst ángríns, það er svo mikið væl yfir fótboltavöllum. Þannig hjá hoppubelgnum sem var síðasta líka. Nei, ég var ekki... Þú varst að tala um fótboltavöllin þar. Ég er bara að tala um eitthvað, ég veit ekki hvað ég er að tala um. Er það að tala um fótboltavöllin í Hamrinum eða í Heiðabrún? Þannig undir Hamrinum, já. Er það Heiðabrún? Nei, ok. Ég hugsa að hann verið nýtt í eitthvað annað í framtíðinni, fótboltavöllur, út af það er komin annar fótboltavöllur upp í dal. Nice, ok. En ég held að það svæði sé samt máttala. Já, bara. Sorry, er ég búin í tæmi? Ertu með tíma á mig? Nei, ég því mér ekki með, ég hefði þetta að gera það. Já, gefa okkur svona skáklukku. En svæðið undir Hamrinum er klálega svæðið sem að hægt er að þróa í rétta átt. En það er samt, finnst mér alltaf, þrátt fyrir að við séum alltaf að fá gervigras upp í dal. Að þá er þetta samt svona svæði, ég man eftir því sem barn, þarna er svæðið sem er svona auðveldar að fara á. Dalurinn er ótrúlega langt í burtu þegar maður er 7-8 ára og er á hjóli og er búin að koma svo Æslabelgin og fara upp yfir. Þannig ég held að það sé ótrúlega mikilvægt samt að við einhvern veginn fórnum ekki þá svæðinu sem er þarna til staðar. Þó að þessi komið fótboltavöllur upp í dal. Já. Mér finnst það mjög mikilvægt að þetta svæði þarna þróist að ég er bara svo forvitin, hvaða pælingar eru þið með þarna eiginlega? Sko, ég veit að skátarnir vilja byggja upp félag. En var það ekki hugsað á Ullaþvottabæninu? Já, það er náttúrulega annars staðar. Við erum að tala bara heildarsvæði bara alveg frá því ég held ekki getur verið geggjað svæði skátarnir en ég er nefnilega sammála lengi bara eins og þú veist það væri mjög gott að það væri hægt að stunda fótbolta eða þú veist vera í fótbolta þarna og maður hugsa líka bara þú veist nú var ég að fundi bara út af fótboltanum í sumar og þú veist ég man eftir að krakkarnir voru bara að labba sjálfur þú veist þarna fyrir neðan Hamarinn en nú er það að fara upp í dal þannig að það er strax komið meira á foreldrarna að vera að keyra og reyndar á að vera eitthvað frístundarúta en svo veit ég ekki hvernig það verður hvort það verður það ekki en það er svona börnum mín allan ekkert rosa pepp að labba hann uppi þeir sko. Nei, en sko, er ykkur issues í Hveragerði fyrir barnafjölskyldur fyrir utan eitthvað svona, það er ekki stórmál þannig að það gengur alveg vel, eða ekki, þú veist, allan mín upplifun af Hveragerði sem faðir er bara næs, þú veist, þetta er bara leikskólaplás, stemming, er ég á villigutum? Sko, það var, já. Ég held þú sért ekki alveg á villigutum. Ég held samt að Leðu Lárus að tala einhver guðum góður. Já, það var gerð úttekt á stoð og stuðningsþjónustu í skólanum og svo spjölluðum við öll við foreldra í framhaldinu og mér finnst þessi úttekt að vera alveg rosalega góð. Hún sýnir að á öllum skólastigum hérna í barnaskólanum, leikskólum og líka í frístundinni mikið af svona fagfólki, mikið mannöður. Já. Okay? En það sem kannski var að vera að kalla eftir er kannski meiri aðkoma bæði barna og foreldra
að framkvæmd stefnunar. Þannig að ég held að við getum notað þessu úttekt sem var framkvæmd okay, og fengi foreldra og börnin til þess að marka okkur eitthvað svona ákvæmna stefnu í skólanum. Já, ok. Já, bara þú. Ég sammála. Ég held í grunninn sé gott að vera með börn í hverju gerði. En bara alveg eins og allstaðar þurfum við líka bara að halda vel og spöðunum í því. Já. Það er bara, það er alveg þörf að sinna alls konar sértækum stuðningi vel og við erum alveg bara góðu færa að halda áfram að byggja upp þá þjónustu sem verður þegar hafin, á þeirri vinnu sem þegar er hafin. En eins og þú segir, það er ekki byggðið til leikskólaplássi. Frístundastarfið er náttúrulega bara verulega flott og getur verið stolt af því og það er mjög gott samstarfið íþróttafélagið. Ég held að líka minnast á hérna eins og fjölgrunarverkefnið, þar sem að krakkar geta í fyrsta og öðrum bekk geta sótt íþróttir á frístundatíma. Gegn því að foreldrar greiði eitt gjald og þú getur stundað allar íþróttir. Mér finnst þetta til dæmis bara algjörlega frábært fyrirkomulag, bara sem foreldri bara í fyrsta bekk. Ég var mjög gætn til að sjá þetta útvikað til líka eldri barna. Já, klálega. 100%. En sko, það er ógeðslega mikið á gömlu fólkinu. Viltu bæta við? Já. Af því ég nefnilega held að við þurfum að hlusta á raddir þessar foreldra sem að eiga kannski börn sem að passa ekki inn í ramman. Ég var akkurat að hugsa það. Það er bara búið að fjölga rosalega í börnina og það eru bara alls konar börn með alls konar sérþarfir og bara eiga við alls konar erfiðleika sem að við þurfum bara að styðja miklu betur við. En enn kannski ekki í badminton, skilur við? Nei, sko, fyrir utan íþróttunar. Já, ég er að segja það. Já, ég er eiginlega bara að tala líka bara inn í skólakerfinu og svoleiðis. Að maður er að heyra af börnum sem eru bara komin í skólafjörðun og svoleiðis og það er eitthvað sem að þó svo að þessi kannski bara eitthvað lítið prósent af barna þá þarf samt að grípa þau. Það verður, og líka er henni að grípa, hættu að reyna að taka orðið af mér. Bara það eru þið, eða ekki, sem stjórnin því. Eins og grípa krakkana sem eru með skólafóðurinn. Við getum kannski svolítið ramma í kringum þetta og hvernig við viljum koma að þessu. Og við erum búin að ræða það mikið hjá okkur að það þarf að fara í stefnumótun að vinna varandi skólan. Og óska líka eftir, ég veit að það er búið að óska eftir ytra mati á skólanum lengi en það er kannski bara íta eftir það að vera gert. Þannig að það sé ekki bara innra mat á honum, heldur líka ytra mat að það sé einhver hlutur sem er að koma að þessu og er að skoða þetta almennilega. En svo er með íþróttunar, ég er bara sammála, mér langar að sjá fleiri tækifæri, fleiri börn sem að líka, vilja mitt ekki endilega vera í svona boltaíþróttum. Ég var ekki boltaíþróttum sjálf, surpriser. Við erum saman ég var í dans og hestamennsku og eitthvað svoleiðis og það maður bara fara á Selfoss í eitthvað svoleiðis. Nei, ég reyndar ekki hestamennsku, en já. Mér finnst þetta samt bara svo við vitið að öll þetta er þreyttasta umræða í heiminum. Það er íþróttir íþróttir og eitthvað svona styrkir og eitthvað hreyfa sig, þetta er svo leiðilegt. Sumir nenna því bara ekki. Og það er allt í lagi, skiljið mig. Það er bara allt í lagi. Og bara, mig langar bara, bara teikna. Og mér finnst ekkert vera, mér finnst svo, ég meina, hafa ekki heyrt sko, eins og Selfoss sem það er svona einkarekstur, gerum grein fyrir því. Bara svona einhver hobbyherbyggi, stemming, ég veit gauð sem er að 3D-prenta hérna. Algjör stemmingsmaður. Af hverju er ekki bærinn að gera eitthvað svona skemmtilegt, þægilegt fyrir fjölskyldur sem er bara fun. Það er hellingur af listafólki hérna. Hellingur af þeim. Má ég grípa þetta hjá þér? Já, do it. Við nefnilega töluðum rosalega mikið þetta hjá okkur að svona samfélagsgróðurhús sem að væri reyna meira heldur en bara gróðurhús, líka staðir sem var hægt að gera listir og alls konar. Við hefum líka talað bara í rauninni námsrými þar sem fólk getur fara að læra og vinna og svoleiðis. En okkur finnst vanta aðstöðu fyrir listafólkina. Við erum með listamenn á lista hjá okkur. Nei, það rýma næstu ég. En og það vantar. Það er algjörlega þörf á því. En svo spyr maður hvar er húsnæðið. Þetta er eitthvað sem það vex ekki sjálfur sér. Ég meina þið að byggja 900 milljón króna íþróttahús. Sem segir það kannski ekki endilega svigrúm til að henda í annað svoleiðis hús fyrir listamennina, en það þarf að finna lausn á því. Sorry, ákall ég er kannski bara svolítið pirraður núna. Já, en Ingo, ég held það þarf ekki 900, það þarf kannski bara eitthvað iðnaðarbil. Já. Og þá getur kannski listamenn leigt það, þannig að það verður ekki að kosta mikið. Og svo annað kannski... En það er þetta, listamenn geta leigt það, en listamenn eru literally fólki sem fær ekki mikið laun. Og það er fólki sem er að skapa og gera hluti og það eru ekki íþróttafólk, skal ég segja þér.
þau eru ekki skapandi. Jú, að vissulega er reyndar íþróttafólk mjög skapandi fyrir bæjarfélaga þegar við búið til atvinnumann úr íþrótt, þá græði bæjarfélagið af þeim íþróttmanni eða ekki rétt. Íþróttafélagi myndi græða á því en það hefur ekki verið Nei, en ég meina markmiðið er, þú veist, mér líður þess að markmiðið sé að því að það er gróðastarfsemi tengt, sorry, ég er ekki hlutlaus hérna, ég er bara svolítið pirraður. Það er þú veist, mér líður eins og við sem að búa til lítil minions sem eiga að vera atvinnumenn og pressa á þá til þess að vera bestir og þú veist, bara einhvern veginn vera bara betri en, þú veist, Ingo í íþróttum, skilur við, ekki valinn, fattar við, þú veist, ekki valinn fyrstur, verið valdi fyrstir, skiljið mig. Og það er ekkert pælt í, þú veist, listamanninum sem að getur klálega búið til miklu skemmtilegi stemmingu, fattiði mig. Eitt sem við verum með á stefnunni, Ingo, ok, það er, sorry, til að róa það aðeins. Já. Það er varandi vinnuskólan, að bjóða upp á fjölbreyttara í vinnuskólanum, þannig að þú getur ekki bara verið í að rita arfa eða vinna á leikskólanum, heldur eru svona boðið upp á svona fjölbreyttara starf sem þú getur farið í til dæmis eitthvað listatengt, okay? Og þú getur kannski sýnt þann afrakstur á bæjarhátíðanum. Já. Ég held að það getur verið eitthvað sem kostar ekki mikið fyrir bæinn. Nei, ég mynd, 100%. Það er mega sens. Má ég fá að tjá mig núna? Já, núna máttu. Sorry, takk. Eða má það? Má ég? Já, ok. En þarna eru klárlega líka tækifæri, vil ég meina, þegar kemur að sko bæði frístundamiðstöðinu sem við erum með núna, að hún haldi áfram að þróast og stækka. Þar eru hellingstækifæri fyrir svona fjölbreytt starf, bara eins og við erum núna með rafíþróttastarf þar í kjallaranum. Ég held að séu gríðarlega tækifæri í bókasafninu og tengja bókasafni og frístundamiðstöðuna saman, þar sem að er hægt að búa til meira rými fyrir einhverja viðburðarhald, þar sem að frístundamiðstöðin er að styðja við bókasafnin sem dæmi. Og ég held áðan þegar við vorum að tala þegar kemur að börnum, þá held ég að við þurfum klárlega að fara að huga að því að vera sveitafélag sem getur bara sinnt málaflokk barna sem eru með sérþarfir bara almennilega. Ég hef alveg hort upp á það verandi, þegar ég var forstöðumaður yfir í frístundastarfinu hér, þú veist, þá voru kannski að horfa upp á barn sem að var að sækja bjóði Hveragerði, sækja skóla á Selfossi, kemur svo heim í hádeginu til að sækja frístundastarf og ekki með jafnöldrum. Og við þurfum bara að fara að gera betur þegar kemur að skipulegu frístundastarfi, sérstaklega fyrir 5. bekk og upp úr. Þar sem að við erum að grípa þau betur með öflugu forvarnastarfi í gegnum, og ég vil meina þar að sveitarfélagi hefur tækifæri út frá núverandi frístundamiðstöð. En svo þurfum við líka að styðja við og hjálpa til dæmis skátunum sem eru núna með mjög öflugt starf og eru með mikið iðkendum. Við erum með hestamannafélagi, við erum með golfklúbbin og allt er þetta félög sem eru raun og veru einkaaðili, ef maður hugsar þetta þannig, og íþróttafélagi. Þarna þurfum við bara að vera markvisst í miklu meira samtali heldur en ég hefur held ég verið og hjálpa þessum aðilum að byggja líka upp gott starf með einhverju framþróun. Við vitum það núna eins og skátarnir eru mistu 100 fermetra lóðinu sinni með íþróttahúsinu. Án þess að væri raun og veru að markvisst tala við þau. Þau eiginlega bara mætið daginn og svo bara komin þau eru bara að missa lóðinu sína. Og þegar húsið rís, að þá mun þeirra aðstæða vera orðin í raun og veru bara að engu. Þessi fína lóð sem við höfðu bakvið, sem við gátu verið með eitthvað hópastarf, þau eru bara búin að tapa því. Við þurfum að tryggja það að skátarnir lendi ekki í einhverju þroti út af íþróttahúsinu. Hestamannafélagi með alls konar skemmtilegar hugmyndir og fjölgun og iðkundu þar, ég man ekki hvað töluna voru, þetta var bara virkilega hátt hlutfall. Þannig að þegar kemur að því að sveitarfélagi, við getum gert alveg ákveðið mikið, en við getum samt ekki bara einhvern veginn stækkað endalaust og gripið alla bolta. Við þurfum líka að virkja þegar eins og þessi félagsamtök sem ég er að tala að þau fái stuðning, markvissan stuðning frá sveitarfélaginu til þess að halda áfram með eitthvað svona skipulagt dómstunda og félagsstarf. Og þetta á líka við bara eldri borgara. Við erum að tala eins og að minnsta áðan með frístundastyrk fyrir eldri borgara. Við erum ekkert endilega því að það sé rétta lausnin, en við teljum að það þurfi klárlega að kortleggja þörfina hjá eldri borgurum og þróa og kannski þá og finna út í hvað það sem þarf, hvað er þetta ákveðin námskeið, er þetta ákveðin hópur sem óska eftir einhverju meira. Og þar held ég að sé ennþá meiri tækifæri til að þróa eitthvað eins og í gegnum frístundamiðstöðuna sem er nú þegar með þjónustusamning við félag eldri borgara og er að sinna alls konar verkefnum samhliða þeim. Til dæmis, getum við verið með eldri borgara í rafíþróttum? 100%. Að mínum að því.
frístundastyrkur, ef að fara í það. Hvað, þú veist, sorry, finnst þú þetta leiðilegt? Nei, guðum góður, þið komið ykkar, sjálfviljug. Frístundastyrkur, það er peningur, er það ekki, bara svo ég skilja þetta rétt. Peningur sem að gamalt fólk fær til þess að gera eitthvað. Ekki eingöngu gamalt. Nú er frístundastyrkur eingöngu fyrir börn til 18 ára. Já. Og þetta er rauninni bara, þegar við tölum frístundastyrk fyrir eldri borgar, það er bara sambarlegt konsept og þau eru að fara með barnið eftir sundnámskeið. Já. Þannig að þetta er bara til þess að virkja þau. Já, nice. Ok, mér finnst það geðvægt. Eru þið þar eða? Sko... Já, ég skal taka með frístundastyrkin. Við náttúrulega erum núna með frístundastyrk fyrir börn. Já. Og en þegar kemur að eldri borgurum, þá er þetta líka eins og við horfum á þetta. Þetta er ekki það að við viljum ekki styðja við að eldri borgarar geti sótt sér skipulagt tómstundastarf. Við viljum klárlega að finna leiðir þar. Mögulega er einhver útkoma, einhverju tímabúndi, einhver frístundastyrkur. En við erum ekki að ganga út frá því núna að það sé lausnin. Það væri náttúrulega gríðarlega háar fjárhæðir sem þar eru og þá er spurning, það hefur alveg sýnt sáðu með svona styrki að það getur þýtt á bara námskeið haldi verið þá bara dýrara því að þá sem ætlar að nota þjónustuna á allt í einu að bara vita að það er meira fjármagn fyrir svona einhverju verkefnum. Þannig að þegar kemur að frístundastyrk eins og fyrir eldri borgara þá erum við ekki kannski endilega mótfallinni per se en við teljum að það þurft að útfæra mjög skýrt. Ég held að sé ekki nóg að eldri borgara myndi þá bara fá aðgengi að einhverjum styrk og málið er leyst. Það þá að tryggja, erum við þá með námskeiði búið sem að henda. Getur sveitafélagi gert eitthvað í gegnum einhverja þjónustusamninga við einhverja aðila sem að skapar fleiri tækifæri fyrir einhverja tómstundaiðkun eða námskeið fyrir eldri borgara. En er þetta vandamál samt, þú veist, fattið mig? Af hverju látið þið ekki bara, þú veist, þau eru alveg gömul og vita nákvæmlega hvað þau vilja gera í lífinu, fattið mig? Já. Ég held, ef ég má grípa það fyrir ég ætla líka að klálega að lefa ykkur að koma, ég vil ekki fara í hérna time-out. Nei, þú færð það ekki. En það er, sem betur fyrir eru bara mjög margir sem eru kominir á öðru ár sem eru bara virkir og þurfa ekki á þessu að halda. Já, einmitt. En þetta er hugsað þá fyrir þann hóp sem að sannarlega þarf á þessu að halda og þarf bæði hvatan og er kannski ekki með fjárhagslega ekki stöðu til þess að sækja sér svona hluti bara þarf að forgangsraða öðru og vantar einhver svona hvata til þess að hægt sé að sinna þessu og þetta er mikilvægt mál, ég meina bara félagslega einangrun eldri borgara er bara vandamál og bara fólk sem er með næst ekki virkni, þetta hefur alls konar svona afleiðingar af þessu getur verið alls konar. Fólk bara þýrhörnar hraðar, það fær ekki stuðningin, það sækir sig ekki þjónustu og það er bara, við viljum sannarlega gera allt sem í okkar aldi stendur til þess að stiðja þetta fólk þess og eins og Ingimar kom aðeins inn á áðan, það þarf að finna einhver viðeigandi námskeið fyrir þetta fólk bara alveg eins og með frístundastyrk barna. Það er ekki þannig að þú fáir 50.000 krónur í peningum á ári til þess að útluta í eitthvað fyrir barnið. Þetta er sannarlega niðurgreiðsla útlöfum kostnaði við það að sækja námskeið. Ok, nice. Við viljum fara í smá leik. Sá sem er fljótastur að leysa bollan sinn, vinnur. Þú voru að segja go. Takið það frá standinum. Alls ekki þarna, Lárus. Þú getur villast þegar getur hérna frá standinum. Hér? Já, eru tilbúin. Ekki vera bollanum. Það er að byrjuð. Nei, varstu byrjuð? Ok, í þykistunum varstu ekki byrjuð? Ingimar var að sundla. Nei, hann byrjaði hérna með. Ok, eru þið tilbúin að eitt að byrja? Ok, Ingimar vann. En þetta er ekki búið. Ég held að minn hafi verið límdur. Já. Ég held að þetta er eitthvað svindl. Já. Það verið mjög netti, einhver var með hníf allana. Ok, núna með þið taka bollana og við ætlum að binda þá saman. Við ætlum að binda bollana, komið hérna til mín og við ætlum að binda bollana saman. Við ætlum að sjá hvernig þið vinnið í samvinnu. Já, binda og sjá, Ingimar notar framsókn til þess að sjáðu hvað þetta er fallegt. Sjáðu nefnilega hvað þetta er ógeðslega fallegt. Framsókn er ekki alveg með, Ingimar er að láta framsókn gera allt fyrir sig. Það er bara klassískt sjálfstæðisflokkurinn, am I right? Nei, segir svona ég. Sjáðu þið, hér erum við öll tengd. Hér erum við öll tengd saman af því að við erum Hveragerði
ef þið haldið öll í spottana. Já, ekki. Og þetta svolítið tákrænt fyrir okkur hérna í Hveragerði. Við erum sammála, við erum vinir, við ætlum að hafa gaman, þrátt fyrir svo sem tapar. Það stóra mig? Nei, ég var að horfa á Lárus. Já, flott. Eða þú veist, þrátt fyrir, ef ykkur tapar í þessum kosningum, ekki vera reiður á Facebook á Hveragerðingahópnum. Það þreytt. Bara láta ykkur vita því. Sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn. Munum hvað gerði síðast. Það var cringe, eins og maður segir. En já, bara munið þetta, við erum bestu vinir, þrátt fyrir allt og við getum þetta saman af því að við búum öll í Hveragerði og þetta skiptir svo miklu máli fyrir okkur öll sem vil. Bara, mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við kannski horfum öll í myndavél, þannig að myndavél sem með ljósinu. Bara horfið bara í hana. Ég var að segja takk.